Í dag ætla ég að nýta mína útgáfu af henni margfrægu flugu Black Ghost. Þetta er útgáfa sem er kannski ekki svo mikið frábrugðin orginal útgáfunni, en ég breyti þó haustum töluvert. Þetta er Black Ghost Songger, svo því sé haldið til haga. Nú, krókurinn sem ég nota er frá Arex og heitir NS110. Þetta er stærð nr. 6. Má vel nýta þessa flugu minni, jafnvel stærri líka ef einhver hefur áhuga á því. Og ég byrja á hvítum þræði. Ég ætla að nýta þessa flugu óþyngda. Það er lítið mál að þyngja hana. Ég myndi þá setja blývafninga hérna, einhvers konar svona blý, eða jafnvel nota tungstenkúlu og fela hana inn í kraganum. En óþyngd að þessu sinni, það er náttúrulega misjafnt hvaða græjur menn eru að nota, sem er vílegt fyrir sér að nota sökkenda og sökklínur, og þá er sjálfsögðu kjörið að nýta hana óþyngda. Svo er aðrir sem að kannski eru meira í flotinu. Nú, skottið verður úr gulum hana. Mér finnst ágætt að hafa skottið á þessari flugu nokkuð voldugt, og í staðinn fyrir að rífa nokkrar fanir af fjöðrunni eins og ég myndi kannski annars gera, þá finnst mér ágætt að hringvefja fjöðrunni. Fjaðurklemma. Ágætt að draga fanirnar aftur. Við erum að vefja. Sirka svona. Tveir vafningar til að tryggja stilkinn. Flott. Nú, vængurinn á þessari flugu, það er hvítur songger. Þetta er kanínusongger. Kanínusonggerarnir eru ágætir til síns brúks. Mér finnst íkornin skemmtilegri í vængi, en ég bara á hann ekki til í þetta skipti. En kanínan er kjörin í kraga og annað slíkt, en við látum hann að duga í vængin í þetta skipti. Festum það niður með 3-4 þéttum vafningum. Nú, ástæðan fyrir ég byrja með hvítan þráð er eingöngu sú að hann kemur hérna og festir efnið, vænginn, og mér finnst það fallegri að hafa hann hvítan frekar en að hafa svartan vafning hérna, en það er smámunasemi. Hvíti þráðurinn hefur í raun lokið keppni. Það er þó ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram með hann, en ég ætla að skipta yfir í svarta. Ég skil eftir alveg hérna 2-3 mm fyrir aftan augað og hef legginn alveg beran þar.
svo ég hafi dálítið pláss upp á að hlaupa þegar ég fyrir að festa niður vænginn og tinnselið og annað. Nú vöfin í þetta skipti, það er franskt óvalt tinnsel, þetta hérna. Ástæðan fyrir ég vel það er að ég ætla að hafa búkinn úr dubbi, ekki flossi eins og er kannski venjan. Og tinnselið sést töluvert betur. Enda er það sverara heldur en þessi klassíski vír. Svona. Þá er það dubbið, það er íkorna blanda frá SLF. Má sjálf sem nota hvaða dubb sem er. Ég finnst þetta skemmtilegt, það er dálítið loðið og mikið af vindhárum í því. Eins og alltaf þegar ég er að dubba þá set ég lítið í einu og bæti freka við. Reynum að hafa hann svona nokkuð jafnan, búkinn. En búkurinn er svo sem að fara undir, já, bæði vænginn og síðan kragann og í rauninni hausinn líka á flugunni, þannig að þetta er nú ekki svo alvarlegt. Við verðum að gera þetta aðeins betur. Látum þetta slefa. Svona, nú þarf vængurinn, tóðum það fram. Áður en ég hnýta niður þá reyni ég að skipta honum upp þannig að ég hnýti niður eins lítið af hárum og ég kemst upp með. Tósa vel í hann. Stilla honum upp á grónum. Beint ofan á. Og 3. Allt í lagi að festa þetta vel niður, alveg óhrædd við það. Þetta er fínt, ég er ekkert að stytta vænginn alveg strax. Nú við ætlum að setja smá flassabú, perlu. Má leika sér með litina í þessu eins og öðru. Það er gaman að vera með flassabú sem að kannski tónar aðeins við fluguna sjálfa, gult eða eitthvað slíkt. Það er að reyna að finna 2 þræði úr þessu. Hvað er hérna? Já, eða 3.
ætla að hnýta það niður á hliðina á flugunni. Svona. Og þá fyrir að styttast í að við verðum að setja fyrsta kragan á fluguna. Hann verður svartur. Ég hef notað svart marabú til þess að gera kragan og spinna því inn í þráðin, en ég ætla að nota svartan sónger í þetta skipti, prófa það. Stundum dálítið leiðilegt að spinna marabúið og það komi yfirleitt mjög vel út. Þá klippi ég smá bút á sóngernum. Reyni að fá hann eins beinan og ég get. Það er misjafnt eftir hvaða efni við erum með, hvernig það gengur. Komið í greiðuna góðu. Færa það yfir í klemmuna. Ég er kannski að fara dálítið rætt í þennan hluta, en ég er búinn að gera þetta áður í Black Ghost myndbandi, held ég mér að segja. Nú þegar við spinnum, þá er gott að vera með þráð sem er hægt að spinna. Og þannig að hann leggst flatur. Svo held ég fyrir neðan efnið með ágætis átaki, þannig að efnið detti ekki út úr þræðinum og sný kefliseldunni. Leyfum henni að spinnast vel. Svona. Ef þetta er eitthvað að flækjast, þá bara nota nálina til að þegar við vefjum, þá er ágætt að reyna að stýra hárunum aftur. Nota puttana til að draga þau aftur. Nota þráðinn til að taka hans til. Kemur annar kragi hérna í kjölfarið á þessum. Ágætt. Næsti kragi er úr Songer líka. Hann er gulur og það er í rauninni nákvæmlega sama aðferð sem ég beitti. Klippi örlítinn bút af. Ágætis dreika bleita fingurgómana örlítið ef að efnið lætur illa stjórn. Komið í greiðuna. Og klippum.
vindum ofan á þræðinum svo við náum honum flötum. Cirka svona. Það bara sama á hann, halda fyrir neðan efnið og snúa heldunni. Ef að hinn kræin að festast svolítið í þessu hjá okkur þá það engin heimsendir. Alveg svo áðan, drögum efnið aftur. Tryggjum það með þræðinum. Nú, ég ætla að hafa hausinn á þessari flugu gulan og þess vegna skipti ég út svarta þræðinum og nota gult glóbrett í lokin. Og þá kunni ég að spyrja ykkur af hverju nota maðurinn ekki gulan þráð. Og það einfaldlega vegna þess að ég á hann ekki til. Svona. Nú áður en lengra haldið, það var ágætt að lakka glóbrettið aðeins. Glóbrettið í rauninni flós, bara gramt flós og því heldur að hnútarnir í því haldast ekki alveg eins vel og í þræðinu. Svona. Og þá bara að leyfa þessu að þorna smástund. Og meðan þá getum við bustað út kragann. Og stunda okkur við að stytta skottið, lengdin. Þá geta miðað við að skinnið sé ekki mikið lengra en skottið. Ef þið verðið einhver læti hérna bakum þá það veiðikötturinn sem vaknaður. Á að vera sofandi. En til þess að gera hausinn á þessa flugu, þá nota ég 3 efni. Ég nota þunnt UV-resin. Ég nota örlítið þykkara UV-resin. Og svo, hvað þið? 3D augu.
þessi augu liturinn heitir Earth og ég hef notað marga liti, rauðan, lítið svona út, rauðan, grænan, þessi koma vel út, þannig svona hvað náttúrulegastur á þessum litum. Nú áður en ég byrja, fyrsta skref öllu heldur, setja örlítið þunnt resin á puttana og aðeins að stilla kraganum upp að hárin séu ekki alveg út allt. Sirka svona. Þetta er rauninni smá grunnu sem við erum að leggja. Þá eru það augun. Áður en ég festi þau setja ég smá dropa af UV. Það er líma á þessum augum en heldur ekki alveg nógu vel. Það er hægt að nota tonnatak í þessu skrefi. Resin er skemmtilegra, það er ekki síður að líma saman á sér fingurna. Alveg eins hinum megin. Reyna að hitta augun þannig að þau séu svona nokkur svipuðum slóðum báðum megin. Þannig að blessi flugan verði ekki tilegð. Ok. Og þá förum við í þykka resinni og nú förum við að búa til hausinn. Það er oft smá loft inn í þessum flöskum og til að reyna að ná því mesta út áður en við byrjum að gluða því á þetta. Pössum okkur á auganu. Það er ekki límið það. Og ég seti resinni alveg yfir augun til að festa þau vel. Ef ég er eitthvað óánægður með þetta, þá tek ég nálina, stilli þetta aðeins betur af. Svona. Með þetta lím frá Solaris er ágætt að herða í smástund fyrst. Leyfa það síðan aðeins að jafna sig. Það er svo að það byggist ekki upp á mikill hiti í líminu. Áður en við klárum, setjum við aðeins meira hérna. Nokkuð gott. Með öll þessi UV resin
Ég held að það standi á þeim öllum að þau séu takk-free. Það þýðir að þau verði ekkert klístruð þegar það er búið að herða þau. Ég hef ekki ennþá komist í kynni við UV-resin sem að er fullkomlega takk-free. Alveg sama hvaða lím ég er með eða ljós. En það er hægt að losna við áferðina með því að setja smá sprit eða einhvers konar alkohól í klút og nudda þá yfir. En það sem ég tími því ekki, þá nota ég bara lakkið, bara venjart eða bara einhvers konar flugulakk og setja eina umferð yfir. Það skilar alveg sínu. Passa bara að fara allan hringinn. Svona. Og þá er hún tilbúin. Black Ghost með haus úr UV-resin. Klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.